Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 13. apríl árinu 2021 og settur fundur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1331 og haldinn í fjarfundi. Mættir til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir embætti forseta bæjarstjórnar. Einar Brandsson, Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Halli Sveinsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Og einnig situr fundinn varabæjarfulltrúi Líf Ósi Skarstað sem situr fundinn í fjarveru bæjarfulltrúi Elsu Láru Arnardóttir. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og Steinar sér ritun fundargerðar. Fundurinn fer eins og áður sagði fram í fjarfundi og í lok fundar verður fundargerð samþykkt með rafrænum hætti. Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á útsendri dagskrá reglur Akraneskaupstaðar íþrótt- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum. Þetta mál var tekið fyrir og afgreitt á síðasta fundi bæjarstjórnar og þess vegna mun forseti ekki gefa færi á umræðum eða afgreiðslu á þessu máli. Það óþarft. Það fór fram á síðasta fundi. Ef að engin bæjarfulltrúi hreyfir mótmæli við því. Hins vegar þá finnst mér ástæða til að minna á það að þessi umsóknarfrestur sem að þarna var framlengdur, hann var framlengdur til 15. apríl sem núna bara á næsta fimmtudag. Þannig að ég hvet fólk til þess að huga þessum umsóknarfresti og hvet íbúa til þess að sækja þessa styrki. Þá förum við í annan fundalið. Hann hefur málsnúmer 2103-009. Þetta loftgæði í grundaskóla. En bæjarráð samþykkti á fundu sínu þann 25. mars síðastliðin útgjöld allt að fjárhæð krónu 5 milljónir vegna forhönnunar á C-álmu grundaskóla. En þessi þáttur nauðsynlegur til að unnt sé að áætla með sem bestum hætti heildarkostnað vegna þeirra endurbóta sem þörf að ráðast í vegna stöðu loftgæða í grundaskóla. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 9 á deild 31.420 43.91 af fjárhæð krónu 5 milljónir og kostnaðarauka verði mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Bæjarráð vísar sem sagt viðauka númer 9 hér til bæjarstjórnar Akraness til endanlegra samþykktar. Og orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem að gefa merki, enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá förum við bara í afgreiðslu á þessum lið og þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja viðauka númer 9 að gefa merki. Ég sé ekki bæjarfulltrúa Líf Ásu í mynd. Ég gerir ráð fyrir að þetta hafi verið. Ég mynd og heilsa hér. Já, þá eru allar hendur á lofti og þetta samþykkt 9-0. Þriðji fundaliður hefur málsnúmer 2103-200 tölvukerfi Akraneskaupstaðar endurnýjun á diskakerfum. Bæjarráð samþykkti viðbótarfjármagn vegna endurnýjunar á diskakerfi Akraneskaupstaðar á fundi sínu þann 25. mars síðastliðinn. Bæjarráð samþykkti jafnframt viðauka númer 10
af fjárhæð krónur 4.774.000 með virðisaukaskatti sem ráðstafað af deild 20.830.46.60 krónur 1680.000 og af deild 20.830.49.95 krónur 3.094.000 og færist á deild 21.400.49.92. Bæjarráð vísar viðauka númer 10 til bæjarstjórnar Akraness til endanlegrar samþykktar. Orðið laust. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja viðauka númer 10 að gjörsögulega gefa merki. Nú er það Ragnar B. Sæmundsson sem ekki í mynd, en ég gerir ráð fyrir að þetta hafi verið Það alveg allar hendur á lofti. Þetta hafi verið allar hendur á lofti. 9-0 viðauki númer 10 samþykktur. Fjórða mál á dagskrá málsnúmer 21.01.220. Þetta deiliskipulag stofnanareits breyting Vesturgata 163. En er að ræða umsókn að breyta einbýlishúsi í tvíbýlishús. Grendarkynnt var frá 10. febrúar til 11. mars 2021 og engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breyting á deiliskipulagi stofnanareits vegna Vesturgötu 163 verði samþykkt, send skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnartíðinda. Orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá bið ég þá sem að samþykkja þessa tillögu að gjöra svoleiðis gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 5. fundaliður málsnúmer 20.08.218. Þetta deiliskipulag Vogar 17 flæðilækur. Er að ræða breytingu á deiliskipulagi Voga vegna Voga flæðilækjar sem felst í að skilgreina byggingarreit fyrir geymslu og viðgerðarhús. Breytingin var grendarkynnt samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar frá 25. febrúar til 30. mars 2021. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt, send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsing birt í B-deild stjórnartíðinda. Orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem óskar eftir að fá orðið og þá ber ég þessa tillögu undir atkvæði. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svoleiðis gefa merki. Það eru 9 hendur á lofti og allir samþykkir. 7. fundaliður málsnúmer 21.02.053 deiliskipulag Dalbraut Þjóðbraut Dalbraut 10 fjölliðja. En breyting á deiliskipulagi Dalbrautar Þjóðbrautar vegna Dalbrautar 10 var grendarkynnt frá 16. febrúar til 18. mars 2021. Engar athugasemdir bárust en samþykki barst frá 2 lóðum og ábending kom fram hjá Veitum lagnir. Grendarkynnt var fyrir fasteignaeigendum við Dalbraut númer 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 og 59, svo og fasteignaeigendum að Þjóðbraut númer 9 og númer 11. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breyting á deiliskipulagi Dalbraut Þjóðbraut vegna Dalbrautar 10 verði samþykkt, send skipulagsstofnun og auglýst í B-deild stjórnartíðinda. Orðið laust og fyrstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem kunna á þetta að hlýða. Ég ætla bara að ítreka í rauninni þá afstöðu sem ég hef haft til þessa máls að fyrsta lagi ég
ekki sammála því að við byggjum upp fjölliðina í núverandi formi með þeim gömlu viðbótum sem að voru búin að teikna. Þannig að ég mun ekki greiða þessa atkvæði og ég mun á vísu ekki greiða á móti í sjálfu sér og ég saknaði þess að eins og ég held að ég hef tekið fram þegar þetta kom hérna fyrst inn að við séum ekki að horfa á allt skipulagið á þeim reit sem við erum komin svona með í hendurnar til þess að skipuleggja og lóðfjölliðunar hluti af því og mér finnst það ekki rétt að við séum að skipuleggja í rauninni þennan reit í kringum fjölliðuna eins og meiri hlutin allar að greinilega gera og byggja fjölliðuna upp í þeirri mynd sem að hún pluss þessa gömlu teikningu og stækkun sem og ég held að það sé gott og svona kannski smá áminning sem kemur frá Veitum það eru lagnir þarna á þessu reit sem að hugsanlega þarf að færa til og annað og þá væri nú gott að vera bara með allt skipulagið klárt áður en að verður farið að færa einhverja lagnir þannig að við þurfum ekki að markfæra þannig að það væri betra að sjá allt skipulagið undir í einu og ég mun því undir þessum lið ekki greiða atkvæði ég mun sitja hjá. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara fagna því að þessum áfanga sé náð. Þá allavega skipulagið komið í gegn. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á lagnir, ábending frá Veitum. Lagnirnar liggja undir væntanlega staðsetning á gróðurhúsi. Hins vegar ekki búið að staðsetja gróðurhúsið og því ef gögnin eru skoðuð þá liggur eiginlega byggingarreiturinn meðfram öllu húsinu og lagnirnar liggja undir hluta af þeirri leið. Þannig að annars vegar það ekkert mál að staðsetja gróðurhúsið þannig að þeir lendi ekki á lögnum en líka Veitur hafa komið inn á þá þarf að skoða þessa lagnarleið fyrir einmitt væntanlega byggð þannig að sú vinna fer í gang. Þannig það á ekki að tefja þetta á ekki að vera neitt vesen þarna. En bara, já, fyrst og fremst að fagna þessum áfanga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel, Sandra. Já, takk fyrir. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég tek undir með kollega mínum, bæjarfulltrúa Einari Brandsyni. Ég þeirrar skoðunar að við hefum átt að skipuleggja reitin í heild sinni og horfa heildstætt á hann áður en við förum að ákveða að gera þessa breytingu og í hjarta mínu ég þeirrar skoðunar að við ættum að standa að uppbyggingu fjölliði með öðrum hætti eins og ég hef svo sem komið og farið yfir hér áður á þessum vettvangi og sé svo sem ekki ástæðu til að tíunda það neitt sérstaklega frekar en á þessum forsendum þá sit ég hjá í þessu máli. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Já, takk herra forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég eins og ykkur kunnugt fulltrúi í skipulags- og umhverfisráði og þar hefur það verið mitt hlutverk ásamt þeim félögum mínum að gera sem best úr þeirri tillögu sem að meirihlutin hefur haft varðandi uppbygging á fjölliðinni og þessi deiliskipulagsbreyting sem við erum að horfa á hér, hún miðar að því í rauninni að búa haginn fyrir þá tillögu
og ég hef greitt atkvæði með því inn í skipulags- og umhverfisráði. Ég hins vegar í grunninn eins og bæjarfulltrúar vita ósammála framtíðar uppbyggingu fjölliðunnar og þess vegna mun ég sitja hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, forseti. Ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem að kunna að vera að hlýða á. Ég ætla að taka hér heils hugar undir orð kollega minna í Sjálfstæðisflokknum og á þess að tíunda það allt saman upp. Við höfum átt margar umræður á þessum fundi, fyrri fundum, í raun ágætis þessara tillögu meirihlutans, en við erum því ósammála. Ég mun ekki greiða atkvæði á móti þessu og tefja þetta ferli enn frekar, en vildi láta í ljós í rauninu þá skoðun mína að ég er ekki sammála þessari aðferðafræði. Ég set líka spurningamerki við orð formanns skipulags- og umhverfisráðs, fagna þessum áfanga sem við verum að ná þessu í gegn. Það er væntanlega atkvæðagreiðslan eftir, þó ég veit nú það að við séum undir í það í minnihlutanum, en þessu er ekki lokið fyrir að atkvæðagreiðslan er búin, þannig að heldur bara að minna formanninn á það. En annars bara takk fyrir mig. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur fær orðið bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel, Ragnar. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Þegar ég segi fagnaði að þessi áfangi sé komin, þá er náttúrulega viss áfangi. Við erum komin hér í atkvæðagreiðslu í bæjarstjórn. Þetta er búið að fara í gegnum skipulags- og umhverfisráð og ég tel nokkuð víst að þetta fljúgi hér áfram, þannig ég er bara að fagna því að þetta sé komið hingað inn. Ég veit auðvitað að það kjósa allir eftir sinni sannfæringu og þetta er ekki komið fyrir en þetta er komið, fyrir að það er komnar hlanna meirihluti handa á loft, en hingað er þetta komið og vonandi höldum við áfram. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur fær orðið bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði nú bara að koma upp og fagna þeim áfanga að við séum komin á þann stað, við séum fyrir að greiða atkvæði þessari deiliskipulagsbreytingu og halda áfram málið. Þannig að tek undir allt sem að formaður umhverfisskipulags Ragnar B. Sæmundsson sagði áðan og hlakka til framhaldsins. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri á mælendaskrá. Það er síðasti séns að grípa orðið ef ykkur vill. En annars þá förum við bara í afgreiðslu á þessu máli. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Og þá ætla ég að lesa upp tillögu að bókun í þessu máli, þar sem breytingin sem að fyrirliggur er útskýrð. Og bókun myndi þá hljóða svona: Bæjarstjórn Akraness samþykkir breytingu á deiliskipulagi Dalbraut þjóðbraut vegna Dalbrautar 10 sem felst í að lóðin Dalbraut 10 er stækkuð 1080,4 fermetra úr 2232,5 fermetrum í 3312,9 fermetra. Lóðin Dalbraut 14 er minnkuð 81,6 fermetra, lóðin Dalbraut 9 er minnkuð 802,5 fermetra, lóðin Þjóðbraut 11 er minnkuð 11 fermetra
lóðin Dalbraut 10 er stækkuð út í götustæði Dalbrautar þannig að bílastæði verði innan lóðar, hornrétt á akbraut og kvöð verður gangstétt Akraneskaupstaðar milli bílastæða og byggingar. Afmarkaðar er byggingarreitu fyrir gróðurhús í austurhluta lóðarinnar, stefnt er að því að færa núverandi byggingu. Byggingarmagn gróðurhús er innifalið í nýtingarhlutfalli lóðar. Nýtingarhlutfall lóðar verður 0,35%. Verður sem sagt 0,35. Þessi samþykkja þessa bókun eru þó vinsamlega beðnir að gefa merki. Að fara 5 hendur á loft, einhver á móti, svo er ekki. Síðari hluti bókunarinnar er þá svona: bæjarstjórn Akraness samþykkir að deiliskipulagsbreytingin verði send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svo að gefa merki. Það eru 5 hendur á lofti, er einhver á móti, svo er ekki. Samþykkt 5-0. Við förum í 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 2011-087, þetta er Suðurgata 50A, kynning á viðbyggingu. Tímabili 14. janúar til og með 16. febrúar síðastliðinn var grenndarkynnt ósk lóðarhafa umsækjanda á Suðurgötu 50A breytta notkun hússins og óskað heimildar til að byggja hæð ofan á húsið. Ekki er til deiliskipulag af svæðinu. Fram komu 2 athugasemdir við grenndarkynninguna frá 4 aðliggjandi lóðarhöfum. Einnig liggur fyrir bréf frá legslögmönnum fyrir hönd umsækjanda sem svar við framkomnum athugasemdum. Skipulags- og umhverfisráð samþykkir fyrirliggjandi greinargerð skipulagsfulltrúa Akraneskaupstaðar sem svar við framkomnum athugasemdum og bréfi frá legslögmönnum. Og Skipulags- og umhverfisráð leggur sem sagt til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi greinargerð skipulagsfulltrúa verði samþykkt sem svar bæjarstjórnar. Og orðið er laust þennan fundarlið. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem fær orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að víkja af fundi undir þessum lið þar sem að ég hef ákveðna tengingu við leigjanda hússins, þó að það hafi ekki beint með kannski afgreiðslu málsins í þeim skilningi, þá kýs ég að víkja af fundi undir þessu lið. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Það skal þá fært til bókar að bæjarfulltrúi víkur af fundi undir umræðu og afgreiðslu á þessum fundarlið. Og við höldum áfram umræðu fundarlið númer 7, Suðurgata 50A, kynning á viðbyggingu, og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúi aðrir sem áhlýða. Til umræðu er mál nr. 7, Suðurgata 50A, kynning á viðbyggingu. Sótt var að byggja sem sagt hæð ofan á, breyta húsnæðinu í 2 íbúðir og byggja hæð ofan á. Fyrir fundinum liggur greinargerð skipulagsfulltrúa þar sem var samþykkt í skipulags- og umhverfisráði, þar sem þessari beiðni er hafnað. Sem sagt, það er ekki, fullnumst ekki á það að ofan á húsnæði verði byggt. Hins vegar er náttúrulega lóðarhafa eða eiganda húsnæðisins heimilt að sækja aðra breytingar, en þessi tiltekna breyting sem felst í því að byggja ofan á húsið getum við ekki fallist á. Það er máli sem þetta er afgreiðslu í dag. Takk fyrir.
Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og fór þarna efnislega yfir það hver niðurstaðan í greinargerð skipulagsfulltrúa Akraneskaupstaðar og tillagan sem að lögð hér fram sem sagt sú að samþykkja þessa greinargerð skipulagsfulltrúa sem svara Akraneskaupstaðar við þessari beiðni. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls undir þessu fundarlið? Svo ekki. Þá ber ég upp þessa tillögu, sem sagt þeir sem að samþykkja fyrirliggjandi greinargerð skipulagsfulltrúa sem svar bæjarstjórnar við framkomnum athugasemdum vegna grenndarkynningar. Já, við skulum aðeins staldra við áður en við förum í afgreiðslu á þessu og forseti reynir að skýra aðeins betur. Ég veit bara hvet bæjarfulltrúa til þess að kíkja á greinargerð skipulagsfulltrúa en niðurstaðan sem að þar kemur fram sú að eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sagði hér áðan að þeirri umsókn að fá að byggja ofan á húsið á Suðurgötu 50A, fá að byggja hæð ofan á húsið, þeirri umsókn hafnað. En ekki sem sagt lagst á móti því að húsnæðinu sé breytt í íbúðarhús. Þessi tvö atriði var í rauninni sótt. Þannig að já, við erum sem sagt að samþykkja það að greinargerð skipulagsfulltrúa, eða tillagan snýst það að við samþykkjum greinargerð skipulagsfulltrúa sem formlegt svar bæjarstjórnar Akraness við erindinu. Þannig að það þá snýst á atkvæðagreiðslan. Er ekki bæjarfulltrúar með mér í þessu? Yes. Mér sýnist það á kinkuðum kollum. Þannig að þá les ég þetta aftur upp tillögubókun sem svona: Bæjarstjórn Akraness samþykkir fyrirliggjandi greinargerð skipulagsfulltrúa sem svar bæjarstjórnar við framkomnum athugasemdum vegna grenndarkynningar. Þetta hlýtur þá, ef ég fæ aðeins að eiga orðastaf við fundarritara, þetta hlýtur að vera svar bæjarstjórnar við umsókninni sjálfri einnig. Já, það er staðfest. Við erum þá að samþykkja, tillagan sú að við samþykkjum greinargerð skipulagsfulltrúa sem svar bæjarstjórnar við umsókninni sem og framkomnum athugasemdum. Akkúrat. Þá held ég að við séum klárir í atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja fyrirliggjandi greinargerð skipulagsfulltrúa sem svar bæjarstjórnar við umsókn og sem og framkomnum athugasemdum eru þá vinsamlegast beðnir að gefa merki. Það fara 8 hendur á loft. Ef ég tel rétt og málið þá samþykkt, tillagan samþykkt 8-0. Og þá bjóðum við bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir aftur inn á fundinn.
Við förum í 8. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 2102-298. Þetta er deiliskipulag Æðarodda, Æðaroddi 40, breyting. Er að ræða breytingu á deiliskipulagi Æðarodda vegna Æðarodda 40, breyting á byggingarreit. Grenndarkynnt var frá 25. febrúar til 30. mars 2021 og engar athugasemdir bárust. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að breyting á deiliskipulagi Æðarodda vegna Æðarodda 40 verði samþykkt, send Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Orðið laust þennan fundarlið. Og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fær orðið, gjörðu svo Ragnar. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara fagna því að við séum að sjá húsi rísa upp í Æðarodda. Það er orðið ansi langt síðan það hefur verið byggt þarna, en ég held að það verið allir áskynja þann svona spennu sem eða bara spenning fyrir svo nýju reiðhöllinni. Það er mikil stemming hérna upp frá núna, alltaf þegar kemur eitthvað svona nýtt. Ég held að hún eftir að hleypa miklu lífi þarna í. Það eru fyrirspurnir og fólk að velta fyrir sér hlutum. Þetta verður glæsilegt hús, við fengið teikningar að því inn í Skipulags- og umhverfisráð og ég held að þetta verði til að hleypa nýju lífi, bara nýju lífi í hverfið, menn að byggja og allt að gera. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum fundarlið. Það er enginn sem biður orðið og þá bið ég þá sem að samþykkja breytingu á deiliskipulagi Æðarodda 40 sem felst í breytingu á byggingarreit og deiliskipulagi verið sent Skipulagsstofnun og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda að gjöra svo vel að gefa merki. Það fara sýnist mér 9 hendur á loft, já. Og þetta er samþykkt 9-0. Þá förum við í 9. fundarlið sem hefur málsnúmer 2101-002. Þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2021 og lögð er fram fundargerð númer 3454 frá 25. mars síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir fær orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langaði til að taka til máls undir uppgjörinu fyrir janúar og febrúar. Ég er nú ekki með töluliðin fyrir fram á mig en ég reikna með að fundarritari finni út af því fyrir mig. Mér langaði bara að þakka fyrir í rauninni þetta góða yfirlit sem að fjármálasviðið er að veita okkur yfir reksturinn, það sem að af er þessu ári eða janúar og febrúar. Ég hins vegar kannski staldraði aðeins við að tekjurnar eru kannski heldur lægri heldur en við höfum reiknað með í áætlunum og á móti eru kostnaðarliðir heldur bólgnari heldur en við reiknuðum með líka sem að er þá svona ákveðið áhyggjuefni eðlilega, þú veist hvert við stefnum á árinu og ég reikna nú með að bæjarráð hafi tekið heilmiklar umræður þetta en þú veist launakostnaðurinn er líka áfram hækkandi. Kannski ekkert stórvægileg hækkun en enga síður hærri heldur en áætlunin og svo sem gott að sjá að það er verið að skoða bara ákveðna liði þar sem að eru sérstök frávik. Mér finnst það bera vott það að heilbrigða fjármálastjórn, getum við sagt.
En ég svona velti því aðeins fyrir mér bara, þú veist, hvernig við erum að snúa okkur í þessu varðandi yfirkeyrslu á ákveðnum liðum í rekstrinum með þetta uppgjör til að mynda félagsþjónustuna og svo framvegis og við hljótum að þurfa að staldra eins við og velta fyrir okkur á hvaða leið við erum. Mér langar kannski líka bara að spyrja hvenær við eigum von á ársuppgjörinu. Ég náttúrulega býð mjög spennt eftir því og maður er farin að sjá að það eru komin uppgjör frá öðrum sveitafélögum og annað slíkt, þannig að hvetur menn til að taka af skarið með það, að drífa í því. Ég reikna nú með að það sé á lokametrunum. En þetta var það sem ég langaði svona aðeins til að ræða og það er kannski varðandi sem sagt launin og annars slíkt. Ég meina við ákváðum náttúrulega að ráða inn mannustjóra og gera ýmsar ráðstafanir og auðvitað voru þá líka ákveðnar vonir bundnar við það að það færi þó af stað umbótaverkefni og annars slíkt. Það var líka gaman að heyra svona hvar það allt saman er statt á vegferðinni. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svona að koma inn á það sem eru svona praktísk atriði í spurningum frá bæjarfulltrúi Sandru Margréti Sigurjónsdóttir og það er kannski að byrja á gríðarlega stolt af því að vera búin að innleiða núna mánaðarlegu uppgjör sem að gefur okkur þá möguleika á að horfa ofan í reksturinn sem að gefur ykkur bæjarfulltrúum betri sýn á það hvernig þróun er frá mánuði til mánaðar. Eins og Sandra þekkir mjög vel enda hann var öflug fjármálamanneskja þá er þetta verklag að búa í rauninni til ákveðna svona nýjar áskoranir sem að við höfum ekki vön hér í þessum rekstri en við þekkjum bæði úr okkar störfum en það er að lotunin sem að hefur verið á áætluninni hefur ekki verið unnin mjög nákvæmlega og það mun taka líklega allt þetta ár að koma því verklagi á þannig að við munum sjá svona mjög skýra mynd á það að hvert mánaðaruppgjör sé í rauninni eitthvað sem að við getum byggt á góðan samanburð á milli ára og í takt við áætlun. Þannig að við munum sjá svona einstaka mánuði sem eru skrýtnir en við erum líka samt sem áður með þessu eru stjórnendur stofnana að fá miklu fyrr endurgjöf á rekstri sinn heldur en verið hefur og til dæmis var bæjarfulltrúi Sandra að benda á til dæmis velferðarmálin. Þarna erum við þá að byrja miklu hraðar að vinna með eitthvað sem að við höfum áhyggjur af, hvort það sé einhverju þættir sem að gætu verið að fara yfir. Við sjáum til dæmis svona hefðbundna skýringar sem þið þekkið eins og til dæmis lotun á orlofinu og svona sem að við vitum þá að er ekki áhyggjur hvað varðar launafrávik og svona, þú veist, sem að af því að orlofsloturinn er öðruvísi. Þetta er bara svona partur af lærdómsferli fyrirtæki sem er að breyta sér í mánaðaruppgjör. Og ég er bara gríðarlega ánægður með að við séum komin á þennan stað en í leiðinni þá þarf ég að óska eftir svona smá þolinmæði. Þetta mun taka okkur þetta ár að koma þessu verklagi á þannig að ég ætla ekki að segja fyrir en á næsta ári þá getum við farið að horfa á þetta og segja bara, heyrðu, mánaðaruppgjörinn eiga að gefa okkur frábæra mynd mánuð fyrir mánuð hvernig reksturinn er og fá alvöru skýringar. Við munum sjá svona lotunar skrýtnar upplýsingar milli mánaða. En samt sem áður, þetta verður
miklu betri upplýsingar heldur en hefur verið. Svo varðandi ársuppgjörið, þá verður það klárt hádegisbil á morgun, í endanlegu formi og verður hluti gagna sem verður inn á bæjarráðsfundi á fimmtudaginn og fyrri umræða verður tekin ársreikningin á næsta fundi bæjarstjórnar. Gögnin eru svo til klár, það bara verið að nýta lokahnútana á þetta. Ég held að það hafi ekki verið fleiri spurningar praktískar sem ég ætla að taka. Annað örugglega beint til bæjarfulltrúa sem Sandra var að setja hér fram. Bæjarfulltrúi Sandra, ég lokið máli mínu. Takk fyrir, bæjarstjóri Sævar Freyr. Og ég ætla að, þarna kemur einn bæjarfulltrúi og biður orðið og það Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel, Sandra. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða, bara takk kærlega fyrir þessar útskýringar, Sævar. Og ég svo sem áttum að því að þetta eru bara 2 mánuðir og það getur auðvitað verið einhver lotunarmál og annað slíkt, en það er enga síður svona bæði þegar maður horfir á samanburðin við fyrra ár og eins við rekstra áætlunina að þá allavega finnst mér vera vísbendingar það að það sé eitthvað sem maður þarf að velta fyrir sér og skoða. Og ég reikna með því að það sé verið að gera það og eins og ég segi, ég tek það fram, ég finnst þetta algjörlega frábært að vera að fá þessi gögn í hendurnar og finnst þetta vera vel unnið og bara allt gott það að segja, en þá líka svona ákveðin grundvöllur til að taka umræðu og ég svona sérstaklega þegar ég horfi á félagsþjónustu þáttinn að þá finnst mér svona kostnaðaraukningin veruleg. Það eru sjálfsagt einhverjar skýringar á því en væri gott að vita svona hvaða stefnu meirihlutinn hefur í því að bregðast við þeirri stöðu sem að svona virðist vera að koma upp þó hún sé kannski ekki orðin að einhverjum fullreyndum veruleika allstaðar, en það ákveðnar vísbendingar og það auðvitað tilgangurinn þá að geta gripið inn í fyrr eins og bæjarstjóri fór svo ágætlega yfir. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Sævar Freyr. Aftur, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég áttaði mig á því að það var ein praktísk spurning í viðbót sem ég glemdi. Og það var spurningin sem sagt þessa fjárhagslegu úttekt á rekstri kaupstaðarins og bæjarráð ákvað að keyra það í gang á síðasta fundi og með samningi við KPMG sem að liggur fyrir og verður afgreiddur á fundi bæjarráðs á fimmtudaginn, en ég var heimilt að setja vinnuna í gang og allavega að gefa KPMG leyfi til þess að fara af stað og þau eru svona byrjuð að undirbúa vinnuna þó að vinnan sé ekki komin alveg með fullan kraft, þá er hún að fara að keyrast í gang. Takk fyrir, bæjarstjóri Sævar Freyr og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú hefði víst verið gott að hafa bæjarfulltrúi Elsu Láru Arnardóttur á fundinum. Þannig ég ætla nú kannski að vera ekki kannski mjög ítarlegur, en ég velti fyrir mér fjárhagsstöðunni hjá Höfða
Nú höfum við hlustað á í fjölmiðlum sagt frá hópuppsögnum á Hrafnistu og gengur mjög erfiðlega í samskiptum við Sjúkratryggingar Íslands og sú skýrsla sem að meðal annars við höfum beðið eftir af nokkur óþreyju hefur legið inn í ráðuneyti, inn í heilbrigðisráðuneyti í einhvern rúman mánuð frá því að hún var kláruð og ég held allavega að sé ljóst að þessi komið ákveðinu ögur stund hjá hjúkrunarheimilunum og hefði kannski áhuga að spyrja að því, ég veit samt ekki hver ætti að svara mér, kannski þá Einar Brandsson mögulega bæjarfulltrúi, með fjárhagsstöðuna á Höfða, hvernig, ef við horfum bara til dæmis til eigin fjár, hvað eigum við mörg ár eftir áður en verið farin að borga verulega með rekstrin? Ég hefði áhuga að fá upplýsingar um það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel, Einar. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég skal aðeins bregðast við því sem framkom hjá bæjarfulltrúnum Ólafi Adolfssyni. Ég sit í stjórn Höfða og þetta kom einmitt til tals á síðasta fundi þegar við vorum að fara yfir reikningana og með það sem að mér sýndist út úr þeim tölum sem að koma fram þar að þá þetta kannski svona að óbreyttum taprekstri eigum við svona 2-3 ár eftir þá erum við búin að ganga á eigið fé og spurningin kom alveg fram að tímapunkturinn í rauninni til þess að bregðast við, hann er í rauninni núna eigi síðar ef við ætlum að fara að gera eitthvað til þess að koma í veg fyrir það að við sitjum uppi kannski þá með eitthvað mikið tap ef við tökum það ákvörðun kannski að segja okkur frá rekstrinum. Þannig að það liggur alveg fyrir og það er alveg meir en líklegt að sú umræða komi upp í stjórn á bara næstu fundum eða næsta fundi hvað í rauninni er til í rauninni hvað við getum gert og því að þetta getur ekki gengið svona, það geta allir séð sem að geta lagt saman hvað við eigum og hvað við erum að tapa. Þannig að það liggur alveg fyrir að við sem bæjarfélag þurfum að taka ákvörðun en svo er náttúrulega spurningin að það er alltaf einhverjar úttektir og eitthvað í gangi hjá ráðherra en það kom engin svör og miðað við viðbrögð forstjóra Sjúkratrygginga þá er kannski ekki alveg bjart framundan en við skulum alltaf vona það besta. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla bara að taka heilshugar undir þær áhyggjur sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson lýsti hér yfir áðan. Þetta er vissulega erfitt mál og það var svo sem rætt þarna aðeins í bæjarráðinu. En við höfum svo sem séð hvert stefnir og ég er gríðarlega ánægð með það að við höfum þá látið vinna í rauninni þessar sviðsmyndagreiningar og hefur verið að hvetja okkur á undanfarnum fundum að vera með þær upp á borðum, ekki ofan í skúfu
og það eru allavega þá einhverja sviðsmyndir sem við þurfum virkilega að horfast í augu við. Að ganga handbært því eins og hefur verið gert, það bara gengur ekki til lengdar og við vitum þá að það verður bara næst verður bæjarsjóður að fara að borga með í rauninni þeim málaflokki sem ríki á sinna. Við fylgjumst eflaust öll með þessum fréttum sem eru í gangi og maður fær bara pínu ónota tilfinningu hver stefnir ef Hrafnista getur illa rekið sín heimili. Hvernig á dvalarheimili Höfði í rauninni að mæta þeim áskorunum sem framundan eru. Ég bara spyr mig í rauninni með þá yfirbyggingu sem það heimili hefur og skuldbindingar. Þannig að ég vildi bara varpa þessu fram og hvetja okkur í alvöru að fara að skoða þessar sviðsmyndir af því að þetta við greinir væntanlega á í bæði bæjarstjórn og í stjórn Höfða en við þurfum bara að horfast í augu raunveruleikann. Þannig að ég vildi bara varpa þessu fram í umræðuna. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Ég ætla aðeins að blanda mér í umræðina úr sæti forseta en og tek undir með bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir varðandi það að manni líst ekkert á það sem maður bara horfir upp á í þessum málaflokki og við höfum meðal annars í bæjarráði litið til Hrafnistu og fengið kynningu á þeirra rekstri sem auðvitað miklu stærri og umfangsmeiri heldur en Höfði og nýtur töluverðrar stærðarhagkvæmni og þegar maður horfir síðan á fréttir eins og það sem að berast núna þessa dagana þá einmitt eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sagði þá veltir maður fyrir sér ef að þetta gengur ekki upp hvernig getur þá reksturinn á Höfða gengið áfram. Og hvernig mun þetta enda. Og ég held að þetta sé bara nákvæmlega svona eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði áðan að þessi staða sem við erum í núna að vera að reka við erum að ganga á eigið fé að hún getur ekki gengið mikið til lengdar. En ég ætla aðeins að fara yfir svona nokkur atriði sem sagt þarna í fundargerð bæjarráðs eða á þessum fundi bæjarráðs var lagður fram ársreikningur Höfða. Þetta er annar fundarliður í fundargerð bæjarráðs og þarna kemur meðal annars fram að rekstur dvalardeildar rúmar 22 milljónir í mínus, dagdvölin rúmar 6 milljónir í mínus, hjúkrunardeildin rúmar 6 milljónir í plús, en rekstrarafkoma deildarinnar hefur farið lækkandi ár frá ári. Fjármagnsliðin neikvæðir tæpa 17 milljónir og samtals afkoma Höfða neikvæð rúmar 39 milljónir króna á árinu 2020. Þjónustutekjur á Höfða á áætlun á árinu 2020 sem þýðir að við erum að fá svipaðar upphæðir fyrir öll rými og áætlunni gerði ráð fyrir en hins vegar þá bara kostaði þessi rými meira heldur en ríkið að greiða með þeim. Það bara hin einfalda og napurlega staða. Ríkið greiði sjálfum sér rúma 50.000 krónur á dag fyrir hvert hjúkrunarrými en mig minnir að þarna hafi komið fram að fyrir samskonar rými á hjúkrunarheimilum sem sveitarfélög að reka
sé ríkið að greiða rúma 37 til 38.000 krónur á dag. Tekjur á höfða á árinu 2020, þar kemur fram að það var verið að selja nokkuð meira af mat til eldri borgara heldur en árinu á undan og meira en áætlunin gerði ráð fyrir, þannig að tekjur vegna sölu á fæði rúma 2 milljónir umfram áætlun. En endurgreiðslur ríkissjóðs setja stórt strik í rekstur höfða á árinu 2020. Það var í áætlun gert ráð fyrir endurgreiðslu upp á rúma 49 milljónir til að koma móts við það launahækkanir sem sami árum á árinu, en Höfði og önnur hjúkrunarheimili í sömu stöðu fengu ekki þessar endurgreiðslur. Enda heldur ríkið fram að þessi endurgreiðsla hafi verið inni í hjúkrunardaggjöldum. En hjúkrunardaggjöldin standa engan veginn undir raunkostnaði á nýtingu þeirra. Og endurgreiðsla ríkissjóðs var eingöngu 12 milljónir króna, sem var reyndar vegna alls kostnaðar í tengslu við COVID, eins og þá aðgerð þegar var sett þegar setja varð á vakt til að létta á álagi, aukning á hreinlætisvörum og öðru. Já, ég held að ég sé svona komin í gegnum svona stóru tölurnar í ársreikningnum, en þetta er sem sagt staðan. Og á meðan ég hef orðið þá ætla ég einnig að koma inn á þriðja fundarlið sem var fjárhagsyfirlitið, mánaðaryfirlitið, sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir ræddi áðan og benti meðal annars á kostnaði í félagsþjónustu og vissulega þá gefa þessi mánaðaryfirlit okkur möguleika á því að fylgjast vel með og vera svolítið með puttan á púlsinum og vonandi þá svona bregðast við. En þetta er svona að slíta baskonum og eitt af því sem að okkur hefur verið bent á meðal annars í bæjarráði að einhverju leyti getur verið eðlilegt að það sé ákveðin framþungi á árinu, en bæjarstjóri talaði áðan um lotun og að það svona eigi eftir að finna ákveðið jafnvægi í því. En mánaðaruppgjörið segir okkur það sem sagt að rekstur Akraneskaupstað er í janúar og febrúar. Nokkra tölur úr því eru þær að útsvarið er 16 milljónir lægra en áætlun hefur gert ráð fyrir. Tekjur vegna fasteignaskatts eru nánast á pari við áætlun og einnig framlögur jöfnunarsjóði. Félagsþjónusta er rúma 57 milljónir umfram áætlun. Felst í aukningu í fjárhagsaðstoð og útgreiðslu húsnæðisbóta. Og einnig eru greiðslur vegna stuðningsfjölskyldna og heimaþjónustu fatlaðra umfram áætlun og barnavernd er einnig umfram áætlun. Fræðslu og uppeldismál eru rúmar 12 milljónir umfram áætlun eða 2%. Menningarmál rúma 2,6 milljónir umfram áætlun en þar er það helst bókasafnið sem er umfram áætlun og æskulýðs- og íþróttamál tæpar 4 milljónir umfram áætlun. Það spila íþróttahúsin 2 á Jaðarsbekkum og Vesturgötu stærstan hluta. Og brunamál og almannavarnir eru tæpum 2 milljónum umfram áætlun, svona svo eða eitthvað sé nefnt. Þetta þýðir að áætlun fyrir fyrstu 2 mánuði ársins, hvað varðar rekstur deilda, gerði ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu upp á tæpa 7 milljónir króna. En raunin er neikvæð niðurstaða upp á 10 milljónir króna. Þannig að svona við fyrstu sýn að þá virðist þetta að vera svona nokkuð eðlilegt að flestu leyti, en auðvitað
hringja bjöllur í hausnum á bæjarfulltrúum þegar þeir sjá hérna allar deildir svona eitthvað umfram áætlun og þá sérstaklega þessar tölur í félagsþjónustu og vissulega munum við bara halda áfram að fylgjast með því og erum auðvitað að fara af stað með þessa úttekt KPMG og vonum að hún svona hjálpa okkur einnig til þess að átta okkur á þróuninni í málaflokkunum og hvað það sem að gerast, hvort eitthvað er að blása út í höndunum á okkur. Ég hef lokið máli mínu og mér sýnist næst á mælendaskrá að vera bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel, Sandra. Takk fyrir herra forseti að gefa mér undanþágu og fá að tala í þriðja skipti undir þessum lið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara aðeins að koma inn í umræðuna um Höfða. Við erum búin að taka þetta samtal áður hér í bæjarstjórn og það var ráðist í að fara í sviðsmyndagreininguna sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir minntist á. Og í mínum huga það þannig að nú þarf að draga til tíðinda. Við þurfum að taka ákvarðanir. Og gott að heyra að þetta verður væntanlega tekið inn í stjórnina fljótlega. En það er auðvitað þannig ef við ekki tökum afstöðu til málsins að þá í rauninni erum við bara að sigla inn í einhverjar ógöngur í mínum huga. Þannig að ég vildi bara árétta þetta, að það er mikilvægt fyrir okkur að það þýðir ekki bara að bíða og sjá. Nú þurfum við bara að taka ákvarðanir og taka afstöðu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er bara ánægður með þessa umræðu. Ég held að við séum öll á réttri leið, sem eru kannski bara lengra komnir en aðrir. Nú varðandi þessi mál sem við rætt, þá má líka kannski benda á það sem hefur verið sterkasti þátturinn hjá okkur í baráttunni við ríkið. Það er að sveitarfélögin standi saman. Þau sveitarfélög sem eru að reka þessi hjúkrunarheimili og auðvitað hafa nokkur bara einfaldlega gefist upp. Þetta er verkefnið risavaxið og fjármunir mjög stórar tölur. Þannig að maður skilur vel að sveitarfélög vilji helst losna við þetta sínum bókum með öllum ráðum. En þá við sveitarfélögum sem eftir erum og erum að reka þessi heimili ásamt auðvitað þessum sjálfstæðu eða sjálfsegna stofnunum. Við eigum að taka okkur saman öll og vera þrýstihópur á byrjum á heilbrigðisráðuneytinu þó þetta endi auðvitað í fjármálaráðuneytinu og krefjumst bara sanngjarnra daggjalda fyrir þessa þjónustu og auðvitað þarf að koma til líka einhver uppbót vegna húsnæðismálana. Og ef við stöndum saman þá erum við sterk en við ættum kannski að gera þá meira af því. En það breytir hins vegar kannski ekki því að við eigum auðvitað sérstaklega í kjölfarið á þessari sviðsmyndagreiningu okkar. Það ákveðin tækifæri fyrir okkur í því og ég held við eigum alveg að vera óhrædd við að stíga skref sem að þar er bent á og við erum búin að standa við öll loforð gagnvart ríkinu að gera þetta ekki fyrst eftir að við náum samningum um lífeyrisskuldbindingarnar. En það er ekki til fyrirstöðu núna annað en að við þurfum bara að trúa því að við séum á réttri leið með því að stíga þau skref. Og ég held að sé ríkari vilji núna en oft áður og við teka fram að við eigum eftir að sjá
kostnaðaraukninguna í tengslum við breytingar á vinnutíma löggjöfinni og það verða ekki litli peningar. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kviðið sér hljóðs. Þannig að við látum hér lokið umræðu fundargerð bæjarráðs og telst þar með fundargerð númer 3454 framlögð. 10. fundarliður hefur málsnúmer 2101-004 til fundargerði skóla- og frístundaráðs á árinu 2021 og lagðar eru fram 2 fundargerðir, númer 157 frá 7. apríl síðastliðnum og númer 158 frá 7. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs og teljast þess að fundargerðir þá þar með framlagðar. 11. fundarliður, málsnúmer 2101-005, fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2021 og lögð er fram fundargerð númer 191 frá 7. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem á hlýða. Mér langar bara til að koma þarna inn á fyrsta mál, aðalskipulag endurskoðun 2018-2030. Aðalega bara svona til þess að árétta hvar við erum stödd í vinnunni. En eins og kemur fram í bókuninni þá stefnum við að því að kynna nýtt aðalskipulag fyrir umsagnaraðilum núna í maí. Þetta verið sendt til Skipulagsstofnunar til yfirferðar í júní, auglýst á tímabilinu ágúst til september og endurskoðunin verði lokið í desember 2021. Við erum búin að vera að halda, við höfum tekið vinnufundi núna þar sem við erum að vinna í þessu máli, erum að bíða eftir gögnum og annað en allavega eins og staðan er núna þá sýnist mér við alveg vera á góðu róli og ættum alveg að geta vonandi ferið til kynningu í maí til umsagnaraðila. Þannig að já, ég vildi bara svona aðeins árétta hvar við værum stödd í þessari vinnu. Það er mjög mikilvægt að við förum að ljúka henni. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Og orðið er þá laust aftur fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þar með telst þá fundargerð ráðsins númer 191 framlögð. 12. fundarliður hefur málsnúmer 2101-003, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2021 og lögði fram 150. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá fundi sem framfór þann 7. apríl síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þar með telst þá þessi fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs framlögð. Fyrir 13. fundarlið ætla ég að óska eftir að fá að víkja úr starfi forseta stundarsakir og bið varaforseta að taka við stjórn fundarins. Já, ég skal gjarnan leysa forseta af og eins og kom fram þá er þetta 13. liður og það er sem hefur málsnúmerið 2101-009, fundargerð 2021, Orkuveita Reykjavíkur og orðið er laust og það er bæjarfulltrúinn Valgarður Lyngdal Jónsson sem biður orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er nú
allnokkra fundargerðir sem þarna eru lagðar fram en ég ætla aðeins að staldra við eina þeirra, það er fundur númer 303 þar sem að ársreikningur ársins 2020 var lagður fram og samþykktur af stjórn og einnig tillaga arðgreiðslu. Ætla að fara stuttlega yfir hérna svona lykiltölur í hérna ársreikningnum en á síðasta ári voru rekstrartekjur samstæðunar, þetta er Orkuveita Reykjavíkur samstæða, voru rekstrartekjur 48.627 milljónir og rekstrarkostnaður 19.172 milljónir. EBITDA 29.454 milljónir og eftir afskriftir er rekstrarhagnaður 16.398 milljónir. Handbært fé frá rekstri 23.152 milljónir og veltufé frá rekstri 22.357. Eiginfjárhlutfall í lok árs 2020 var 47,7%. Veltufjárhlutfallið er 1,3 í lok árs og nettóskuldir deilt með handbæru fé frá rekstri, þetta er hérna stuðull, það er stuðullin 6,1 og vaxtaþekjan 4,0. Hagnaður af rekstri samstæðunnar á árinu 2020 nam 5.628 milljónum, á árinu 2019 var sambærileg tala 6.916 milljónir. Heildarafkoma samstæðunnar á árinu 2020 nam 8.827 milljónir króna. Samkvæmt efnahagsreikningi þá nema eignir samstæðunnar í árslok 2020 394.164 milljónum og eigið fé 188.126 milljónum. Nú í hérna í eigendastefnu eru sett fram arðgreiðsluskilyrði sem að miðast við meðaltal 3 ára. Það er að segja síðasta ásetning og síðan fjárhagsspá næstu 2 ára. Og arðgreiðsluskilyrðin eru þau að veltufjárhlutfall sé yfir 1,0, að eiginfjárhlutfall sé yfir 40%, að vaxtaþekja sé 3,5 eða meira og að handbært fé frá rekstri mínus arðgreiðslur deilt með nettóskuldir sé 13% eða meira. Og í hérna þarna það já. Á þessum fundi þá samþykkir meirihluti stjórnar að gera tillögu að greiddur verði arður á árinu að upphæð 4 milljarðar króna. Sem sagt, í arðgreiðslustefnu segir einnig að stefna skuli að viðvarandi og stöðugum arðgreiðslum til eigenda að því marki að það ógni ekki fjárhagsstöðu samstæðuna til framtíðar litið. Og miðað við þessa tillögu arðgreiðslu á árinu 4 milljarða að þá er veltufjárhlutfall 1,3 þar sem markmiðið er að vera yfir 1. Eiginfjárhlutfallið eins og ég sagði 47,7% þar sem að markmiðið er að vera yfir 40. Vaxtaþekjan er 4,0 þar sem markmiðið er að vera yfir 3,5 og handbært fé mínus arðgreiðslur deilt með nettóskuldum
er 13,1% sem markmið að vera yfir 13%. Á árinu 2021 gert ráð fyrir miðað við 4 milljarða arðgreiðslu að þetta fjórða markmið fari tímabundið niður fyrir markið, sem sagt fari niður í 12,8%, þar sem að markið er 13%, en fari svo upp aftur á næsta ári upp í 13,2%. Þannig að á 3 ára tímabilinu að þá höldum við okkur við markmiðið að meðaltali. Þannig að undir því fororði er þessi tillaga gerð arðgreiðslu á árinu upp á 4 milljarða. En ársreikningurinn sýnir að mínu mati og að mati stjórnar að fyrirtækið standi mjög sterkt að vígi og rekstur þess gangi vel og beri þessar arðgreiðslur og vel það. Ef að farið hefði verið í hámarks arðgreiðslu, svona miðað við hámarks arðgreiðslu getu á árinu 2021, að þá hefði verið hægt að fara upp í 4.850 milljónir. En til þess að uppfylla markmiðum viðvarandi og stöðugar arðgreiðslur og þá að arðgreiðslur næstu ára þyrfti þó ekki vera lægri til samræmis við samþykkta spá, að þá töldum við þessa lendingu vera góða og meirihluti stjórnar samþykkti þessa tillögu um arðgreiðslu. Ég held að ég láti hér staðar numið og hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Já, við þökkum Valgarði Lindahl Jónssyni bæjarfulltrúa fyrir hans innlegg og við ræðum hér fundargerðir stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur og orðið er laust ef einhver ætlar að og vill kveða sér hljóðs, þá er tækifæri núna. Forseti sér ekki að það sé neitt sem að óskar eftir því að taka til máls, þannig að þessar fundargerðir eru þá hér með lagðar fram og varaforseti afhendir forseta fundarstjórnina aftur. Takk fyrir mig. Takk fyrir og þakka varaforseta fyrir aflýsinguna og við förum í næsta fundarlið og forseti gerir það að tillögu sinni að við tökum fundarliði 14 og 15 saman í umræðu og það sem að hér er fundargerð Faxaflóahafna að ræða í báðum fundarliðum, en ein á síðasta ári og þessum í sérstöku fundarlið. Þannig að við tökum hér til umræðu þá 4 fundargerðir Faxaflóahafna, fundi 201 sem framfór 11. desember síðastliðinn, fundi 202 sem framfór 22. janúar, 203 frá 19. febrúar og 204 frá 19. mars. Og orðið er laust þessar fundargerðir. Og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið. Gjörðu svo Ragnar. Forseti, bæjarfulltrúi Ari sem á hlýða. Mér langar aðeins að koma undir fund númer 204, fyrsta liðin, það er ársreikningur. Ársreikningur var birtur okkur, hann hefur því miður ekki verið birtur opinberlega, þannig að en leið það gerist, þá fá allir bæjarfulltrúar að senda hann, ég mun ábyrgjast það, sem er kannski aðalatrið í núna þennan fund úr ársreikningunum að
það gekk mun betur 2020 en áætlanir gera ráð fyrir og eins og kemur fram hérna neðan í öðrum, man ekki töluliðin, en þá hefur líka, við höfum verið á pari í janúar og febrúar þessu ári og með þess aðeins yfir. Þannig að þetta lítur allt mun betur út en menn óttuðust ekki góða niðurstöðu. Það eru mikill samdráttur. Já, það raunir ekkert meira. Eins og ég segi, þegar ársreikningur verður birtur opinberlega þá mun ég senda ykkur eintak og við tökum þá umræði ef því verður óskað. Takk fyrir. Takk fyrir fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og orðið þá laust aftur fundargerðir stjórnar Faxaflóahafna. Það enginn sem að kveður sér hljóðs og teljast á þessar 4 fundargerðir stjórnarinnar framlagðar. 16. fundarliður hefur málsnúmer 21.01.117. Þetta fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga á árinu 2021 og lögð fram fundargerð stjórnarfundar númer 896 sem framfór þann 27. mars síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst fundargerðin þá framlögð. Fleira ekki á dagskrá fundarins. Ég þakka fundarmönnum fyrir góðar umræður og þétta fundarsetu í fjarfundi. Næsti fundur bæjarstjórnar verður þriðjudaginn 25. apríl næstkomandi en þessum bæjarstjórnarfundi hér með slitið.